Góðan daginn, nú klukkan 5 og velkomin á þennan kynningafund fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Við höfum haldið svona fund í kringum fjárhagsáætlunargerð á hverju ári. Vanalega höfum við gert það í Nýheimum í hádeginu hér á Höfn og síðan höfum við farið rúnt sveitir og tekið allavega 2 fundi eftir mismunandi sveitar eða bæjar hlutum sveitarfélagsins eða kjörnum, svo má segja. En þetta COVID-ástand færir okkur í þennan tölvuheim og við erum hér öll stödd, ég, Matthildur, bæjarstjóri, ásamt aðal bæjarfulltrúum bæjarstjórnar. Við sjáum þau hér í mynd og sviðsstjóri sveitarfélagsins. Fyrirkomulagið í dag verður þannig að ég mun kynna fjárhagsáætlun og þau verkefni sveitarfélagsins sem við höfum verið að vinna að síðasta árið í það minnsta og síðan ætlum við að bjóða upp á fyrirspurnir í lokin. Og bæjarfulltrúar verða hér inn á Teams umhverfinu til þess að koma inn og svara ef þess er þörf og eins sviðsstjóri sveitarfélagsins. Þannig að ég ætla þá bara að færa mig yfir í kynninguna, sýna ykkur hana. Þetta er sérst kynning á fjárhagsáætlun 2021 og til næstu 3 ára, þar sem 2022 til 2024. Og eins og ég kom inn á í byrjun þá er þetta rafræn kynningafundur þetta árið og honum er streymt á heimasíðu sveitarfélagsins og YouTube og þar má einnig nálgast þessa kynningu eða hlekk að henni. Og ég ætla að fara hérna yfir helstu verkefni sveitarfélagsins og kynna fjárhagsáætlun og síðan ætlum við að eiga hérna góðar umræður í lokin. Ég vil benda á að við bjóðum upp á rafrænt fyrirspurnakerfi. Við gerðum það reyndar líka í fyrra og það er í gegnum tölvuforrit eða app sem heitir slido.com. Það er annaðhvort hægt að fara inn á vefsíðuna eða ná sér í þetta smáforrit í símann og setja inn þennan kóða 29853. Þá getið þið annaðhvort sett inn spurningu eða líka við spurningu sem nú þegar er inn í kerfinu og við munum svara þeim. Það er hægt að setja inn fyrirspurning hvenær sem er fundarins en við tökum það saman í lok fundar, eða lok kynningar. Men ég ætla þá bara að vinda mér í kynninguna sjálfa. Fyrst langar mig að segja ykkur frá því að nýtt skipurit var samþykkt fyrir sveitarfélagið núna í ágúst í bæjarstjórn en það hefur verið í vinnslu frá því að rekstrarúttekt Capacent lá fyrir hér haustið 2018. Eins og sjá má á þessu skipuriti þá hefur sviðum verið fækkað og þeim skipt upp í 3 lykilsvið til þess að fanga umfangsmestu málaflokkana málaflokka sveitarfélagsins. Og síðan er það 4. svið í fjármála- og stjórnsýslusvið sem starfar þvert á hin sviðin en það er litakóðun fyrir það öðruvísi og þessi grái rammi fangar þetta samspil fjármála- og stjórnsýslusvið við öll önnur svið. Innleiðing skipuritsins stendur nú yfir og er verið að vinna það niður á hvert svið fyrir sig. Þeirri vinnu mun vonandi ljúka núna eða eftir áramót. Og samhliða þessum breytingum hafa verið til umræðu hjá bæjarstjórn samþykki sveitarfélagsins og þar er lagt til að sameina félagsmálanefnd og heilbrigðis- og öldrunarnefnd í eina velferðarnefnd, svona í samræmi við sviðið velferðarsvið. Það eru svona helstu breytingar sem eru gerðar á samþykktum sveitarfélagsins ásamt því að það eru gerðar svona lagfæringar sem að þörf er á að endurskoða. Við höfum einnig verið að vinna stefnumótunarvinnu. Hún hófst í febrúar á þessu ári en við erum að leggja áherslu á það að innleiða heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna í stefnur okkar sveitarfélagsins en hér sjáið þið mynd af heimsmarkmiðunum og þau eru 17 talsins og ríkisstjórnin hefur sett sér það markmið að innleiða heimsmarkmiðin fyrir árið 2030 minnum að hafa verið. En það eru 169 undirmarkmið undir þessum heimsmarkmiðum.
Og þessi vinna hefur verið unnið þannig að það var haldinn vinnufundur í febrúar þessu ári með sviðsstjórum, forstöðumönnum og aðal- og varamönnum í nefndum sveitarfélagsins. Og sá vinnufundur skilaði ákveðnum verkefnum sem að ráðgjafinn sem hefur unnið með okkur í þessu setti fram í vinnuplagg. Síðan var áformað að halda íbúafund í vor, en sökum COVID og samkomutakmarkana þá hefur ekki orðið af þessum vinnufundi með íbúum. En í stað þess var farið í svona rafræna spurningakönnun þar sem var spurt gildi, spurt ánægju í sveitarfélaginu og spurt heimsmarkmið og fleira. En þetta svona þau drög sem að voru samþykkt eða eru til umræðu núna, eða það að segja þessar helstu stefnuáherslur. Það var lögð fram ákveðin framtíðarsýn og síðan 4 stefnuáherslur og þær tengdar heimsmarkmiðum. Við stefnum að því að halda íbúafund núna bara í desember eftir eina viku eða 2 og vonumst til þess að sjá sem flesta á þeim fundi. Þar munum við eiga að vinna sameiginlega að því að greina betur hlutverk og greina betur gildi sveitarfélagsins og fara í svokallaða SWOT-greiningu og svo framvegis, þannig að íbúar fái sína aðkomu að þessari stefnumótun. Ég ætla ekki að dvelja mikið lengur við þessa stefnumótun þar sem hún er á vinnslustigi, en við stefnum samt að því að hún verði kynnt formlega í lok febrúar og verði þá tilbúin. Sveitarfélagið tók ákvörðun að innleiða verkefnið Barnvænt sveitarfélag, en Barnvænt sveitarfélag það sveitarfélag sem gera barnasáttmálana rauðum þræði í allri sinni starfsemi. Og það eru sveitarfélög sem viðurkenna í röddum, viðhorfum og reynslu barna og ungmenna að finnast verðmæti og jafnframt að eiga markvisst samráð við börn og ungmenni og nýta raddir þeirra til að bæta þjónustu sveitarfélagsins og að setja barnaréttindagleraugu og rýna og skoða verk og ákvörðunarferla með hliðsjón af barnasáttmálanum. En sáttmálinn er nýttur sem gæðastjórnunarverkfæri í stefnumótun og þjónustu með tilliti til barna. Og staðan á þessu verkefni hjá okkur sú að það er búið að skipa stýrihópum Barnvænt samfélag eða sveitarfélag og verkefnastjóra. Og staðan er þannig að það er verið að vinna að þessari kortlegningu. Sáttmáli var staðfestur í sumar þegar félagsmálaráðherra kom hér til Hornafjarðar og hann var undirritaður með hátíðlegum hætti og nú stendur yfir þessi kortlagning á þjónustuþáttum sveitarfélagsins og það sem kemur út úr þessu er að við fáum einnig mælikvarða sem við notum til að skipuleggja þjónustu sveitarfélagsins í kringum börn og þar erum við að tala líðan og ýmsa mælikvarða á það hvernig við erum að standa okkur í öllum þeim málum er snúa að fjölskyldum og börnum. Mjög spennandi verkefni. Ég langaði með aðeins að fara yfir umhverfismálin. Þau eru sífellt til umræðu enda ástæða til. Sorpmálin hafa verið mikið til umræðu undanfarin ár. En gjaldskráin er þar sífellt til skoðunar og sveitarfélagið er enn að greiða með málaflokknum sem er óheimilt samkvæmt sveitarstjórnarlögum. En við erum með málaflokkinn í sífelldri rýni til þess að finna leiðir til hagræðingar og markmiðið er það að við drögum úr því sorpi sem fer til urðunar og náum að nýta betur það sorp sem að skapast og reyna að draga úr myndun sorps. En það voru gerðar breytingar á fyrirkomulagi sorphirðu í janúar og endurvinnslutinnan er nú tæmd oftar en var árið 2019 og allir íbúar fengu sér tunnu fyrir lífrænt sorp. Síðan voru gámar í dreifbýli fjarlægðum. Þar voru staddir gámar í Lóni, Mýrum, Nesum og Suðursveit þar sem íbúar gátu hent járni og timbri. Og
sveitarfélagið tæmdi þá og flokkaði úr þeim. Það var oft á tíðum margt annað heldur en járn og timbur í þessum gámum. Til móts við það að fjarlægja þessa gáma þá höfum við skipulagt tíðari ferðir í dreifbýli til þess að hirða járn og timbur og spilliefni og hefur það bara reynst ágætlega. Og þetta hefur skilað bæði aukin ánægju íbúa. Framhaldsskólinn hefur unnið fyrir sveitarfélagið spurningakönnun þar sem spurt út í þjónustuþætti sveitarfélagsins og þar kannski stærsta breytingin á milli áranna 2019 og 2020 ánægja íbúa hvað sorphirðu varðar og sorpmálin. Þannig að það svona, við tengjum það helst þessu breytta fyrirkomulagi á sorphirðu ásamt því að fólk bara orðið vanara því fyrirkomulagi sem nú til staðar. En hér sjáum við hvaða árangri við erum að ná. Eflaust má segja að COVID sé að hafa þarna áhrif, að við erum með færri ferðamenn í sveitarfélaginu og minna umfang kringum hótelrekstur og fleira. En við erum að draga hratt úr urðun og sorpi með þetta. Við fórum upp í hæstu hæðina árið 2018, en síðan 2019 minnkaði magnið í 2500 tonn og þetta eru tölur sem sýna það sem af árið 2020. En með þessu áframhaldiði og þeirri þróun sem hefur átt sér stað allt árið þá það bendir allt til þess að við verðum í kringum 1,800 tonn, það ekki, í lok árs. Þannig að þá erum við bara komin á par við það sem var verið að urða hérna árið 2010. Það bara frábær árangur. Aðeins hvað skiptinguna varðar, þá endurvinnsluhlutfall úrgangs frá heimilum í sveitarfélaginu Hornafirði 45–47% fyrir árið 2019 og það sem hafa verið árs 2020. Og ég held að íbúar geti bara verið sáttir við þessa niðurstöðu. Endurvinnsluhlutfall á landsvísu árið 2019 var til að mynda 28,5%, þannig að við erum að standa okkur mun betur en það. Það upplýsingar sem koma frá Umhverfisstofnun. En markmið ríkisstjórnar það að 50% af úrgangi fari til endurvinnslu árinu 2020 og 55% úrgangs fari til endurvinnslu árið 2025. Þannig að við erum alveg að sigla þangað með þessar niðurstöður. En við þurfum að vera alltaf vakandi fyrir þessum málaflokki og að rýna vel það sem gert. Og aðeins meira af umhverfismálum. Við höfum verið í fráveituframkvæmdum undanfarin ár og framkvæmdir við hreinsivirki hafa staðið yfir í nokkurt skeið. Þeim lauk loksins á þessu ári. Því bara fagna og hefur nú verið tekið í notkun en það svona í lítilli notkunum meðan við erum að prófa okkur áfram með stýringuna þar. Síðan erum við að endurskoða umhverfis- og loftslagsstefnu og síðan stefnt að því að skrifa undir loftslagsyfirlýsingu með festu og sveitarfélaginu núna í lok febrúar. En það verkefni sem byggir á þátttöku fyrirtækja og stofnana í sveitarfélaginu og munum við kynna það betur í janúar og senda út kynningarbréf til fyrirtækja og stofnana. En þar markmiðið að draga úr losun kolefnis út í andrúmsloftið og þar þurfum við að ná betur til fyrirtækjanna. Við sjáum að heimilin eru farin að standa sig mjög vel en það þarf að ná líka til fyrirtækjanna og ná betri árangri þar. Síðan það velferðarmálin. Hér sjáum við mynd af teiknuðu nýju hjúkrunarheimili en bygging þess hefur tafist. Undirbúningur hefur staðið yfir allt árið og unnið hefur verið að hönnunarvinnu eftir að hönnunarsamkeppni var samþykkt hér fyrir rúma ári síðan. Hönnun nú lokið en kostnaðaráætlun enn í vinnslu. Þar helst að segja frá því að kostnaðaráætlun ívið hærri heldur en var gert ráð fyrir í upphafi og það ýmislegt sem spilar þar inn í og meðal annars gengismunur og ástand jarðvegs og svo framvegis.
En það horfir allt til bóta og við höfum verið að funda með verkefnahópnum sem heldur utan þessa byggingu en það Framkvæmdasýsla ríkisins sem stýrir þessari framkvæmd og það áætlað að halda svona loka rýnifundi hönnunina í næstu viku og þá áætlað að það sé hægt að bjóða út framkvæmdina í janúar byrjun eða lok desember. Það svona mér finnst raunhæfara að vera með í janúar og þá ættu framkvæmdir að geta hafist í mars-apríl mánuði. Fyrsta skóflustunga tekin vonandi bara í apríl. Sveitarfélög sem hefur komið fram í fundargerðum bæjarstjórnar undanfarna mánuði og eiginlega allt árið þá hefur rekstur hjúkrunarheimilisins þyngst verulega og var það til þess að núna í byrjun sumars þá sagði sveitarfélag upp samningi rekstur hjúkrunarheimilisins við Sjúkratryggingar Íslands. Það urðu ákveðnar breytingar á rekstrinum þegar HSU tók yfir rekstur heilsugæslu og sjúkrarýma og sjúkraflutninga. Það raungerðist í apríl á þessu ári og við það var sveitarfélag töluverðum tekjum í tengslum við rekstur sjúkrarýma og munar þar 65 milljónum króna í tekjum. En reksturinn stefnir nú í að niðurstaðan verði 100 milljónum króna hallarekstur. Við höfum á undanförnum vikum verið í samningaviðræðum við Sjúkratryggingar Íslands hvernig við skiljum við þessa þjónustu eða hvort að það sé eitthvað svigrúm til þess að halda áfram þessum rekstri. Og síðasti fundur var haldinn bara í gær með bæjarfulltrúum og bæjarráði og mér og heilbrigðisráðuneytinu sömuleiðis því að þjónustan töluvert öðruvísi, henni öðruvísi háttað hér heldur en við annars staðar á landinu því að við erum með þessi sjúkrarými og þessa samvinnu við HSU ýmsa þjónustuþætti. Og það er ekki komið niðurstaða í þetta mál en vonandi gerist það bara í næstu eða þarnæstu viku. En það verið að fara fram á það að sveitarfélagið framlengi þennan samning einhverja mánuði í það minnsta á meðan að rekstrarúttekt heilbrigðisráðuneytisins í gangi. En það hefur verið umfjöllun það í fjölmiðlum að það nefndavegum heilbrigðisráðuneytisins sem að taka út rekstur allra hjúkrunarheimila á landinu af því við erum ekki einum það hér á Hornafirði að vera í vandræðum með reksturinn. Vestmannaeyingar hafa sagt upp samningum, Dalabyggð, Akureyri og Fjarðabyggð. Þannig að þetta að íþyngja rekstri sveitarfélaga of. Við höfum verið að vinna að samþættingu heimaþjónustu með verkefninu sem kallum þjónustan heim. Við höfum verið að endurskoða alla verkferla í kringum hvernig við skipuleggjum þjónustu heim til fólks, hvort sem það heimahjúkrun, heimaþjónusta, félagsleg heimaþjónusta, þríþjónusta, hvað það kallast. Og það hefur nú verið í undirbúningi að ljúka þessari vinnu en það verður þannig að það skipuð þjónustumatsnefnd eða verður starfandi og það sem allar umsóknir fara í gegnum matsnefnd sem að skipuleggur síðan þjónustuna áfram. Og í framhaldi af því ánægjulegt að segja frá því að heimaþjónustudeild og heimahjúkrun munu flytjast undir einn hatt í húsnæði Víkurbraut 24 núna næsta vor þegar að framkvæmdum þar lýkur. En ég kem aðeins betur inn á þær framkvæmdir hér á eftir. Mannauðsmálin, eins og margir vita þá var tekin ákvörðun það fyrir ári síðan að ráða hér inn mannauðs- og gæðastjóra til sveitarfélagsins og hans fyrsta verkefni var að hefja vinnu við innleiðingu á jafnlaunavottun. En sú vinna töluvert umfangsmikil og þýddi það að það þurfti að setja upp vottunarkerfi og við náðum að klára þá vinnu núna í september þar sem við fengum þessa jafnlaunavottun frá árinu 2020 til 2023. Og jafnlaunavottunin sýndi fram á launamun upp á 0,9% sem verður að teljast glæsilegur árangur. Það ekki teljandi munur á launagreiðslum milli kynja. Þetta ferli síðan viðloðandi að
við förum í gegnum vottun þá árlega til þess að fylgja eftir þessu vottunarkerfi og setjum við okkur markmið ár fyrir ár og það bara frábært að sjá að þessa vinnu komna í svona góðan farveg. Það var síðan samþykkt með fræðslustefna fyrir starfsfólk sveitarfélagsins núna í haust og farið að vinna eftir henni. Og síðan tók við næsta stóra máli í mannauðsmálunum að það samþykkt á styttingu vinnuviku sem var samþykkt í nýgerum kjarasamningum hjá flestum starfsmannahópum, ekki öllum þó. Og sú vinna hefur verið dálítið umfangsmikil undanfarnar vikur, en í næstu viku mun liggja fyrir útfærsla á styttingu vinnuvikunar hjá dagvinnufólki. Það tekur gildi 1. janúar og útfærslan verður kynnt fyrir bæjarráði til samþykktar í næstu viku. Síðan tekur þá við stytting á vaktavinnu hjá vaktavinnufólki, en það kemur til framkvæmda í maí á næsta ári. Við höfum tekið þá ákvörðun að klára vinnuna hjá dagvinnufólki áður en að þessi vinna hjá vaktavinnufólki hefst. En það lagt upp með það í samþykktum kjarasamningum að þessar breytingar hafa ekki í för með sér kostnaðarauka og það sé erfitt að sjá það í raungerast í öllum þáttum starfseminnar. Þá það atvinnumálin. En atvinnuleysi nú af óþekktri stærð vegna áhrifa COVID og ein helsta áskorun í rekstri sveitarfélagsins þessar mundir. Atvinnuleysi var 12% í október, eða voru 174 atvinnuleysisskrá og var hlutfall íbúa af erlendum uppruna 60%. Og helstu áhrifin af völdum hvarfi ferðamannsins af landi brott og það töluverð áskorun að takast á við þetta. Við sjáum hérna aðeins hvernig vöxtur ferðaþjónustunnar hefur verið á undanförnum árum, eða frá árinu 2004. Þetta skýrsla sem rannsóknir ráðgjöf hafa gefið út, en þarna sjáum við hvernig vöxturinn hefur verið og hann hefur verið alveg í takti við þróun á landsvísu, rauða línan allt landið og síðan sjáum við Skaftafellssýslu fjólubláa strikið. Við vorum aðeins farin að sjá breytingar milli áranna 2018 og 2019 en síðan núna árið 2020 þá erum við náttúrulega að horfa upp á algjört hrun. En hér má sjá hvernig greiningu sem SAS gerði núna árinu, þar sem var verið að greina atvinnulíf á Suðurlandi og hvernig það skiptist á milli atvinnugreina. Og hér sjáum við hversu veigamikil ferðaþjónustan af staðgreiðsluskrá. Það að segja að ferðaþjónustan orðin helmingur af vægi ferðaþjónustan 50% má segja, nánast. Og til gamans má geta að frá árinu 2009 til 2019 fjölgaði starfandi einstaklingum í tengslum við ferðaþjónustu 400%. Og nú þegar COVID skrúfar algjörlega fyrir ferðalög þá eru þetta áhrifin gríðarleg á samfélagið okkar. Og við höfum verið að leita ýmsa leiða til þess að vinna gegn þessari stöðu á atvinnumarkaðnum og meðal annars þá fengum við stuðning frá ríkisstjórn ásamt nokkrum öðrum sveitarfélögum á landinu þar sem áhrifa vegna COVID á ferðaþjónustuna gætir einna helst. Við fengum 80 milljónir í framlag frá ríkissjóði þar sem við eigum að nýta til atvinnuskapandi verkefna og það voru valin þessi 3 verkefni eftir greiningu starfsmanna sveitarfélagsins og bæjarfulltrúa og SAS í samstarfi við SAS og Byggðastofnun sömuleiðis. Og við höfum nú sett upp skrifstofu í miðbænum fyrir ofan Nettó. Það pláss fyrir að minnsta kosti 4 einstaklinga til þess að starfa í störfum án staðsetningar eins og það oft kallað. En ríkisstjórnin hefur til dæmis sett sér það markmið að
15% allra starfa hjá hinu opinbera verði störf án staðsetningar. Það er hægt að vinna þau hvar sem er. Og COVID hefur nú kennt okkur það að það er vel hægt. Samanber bara hvernig við höldum þennan fund. Að starfsmenn eiga að geta unnið hvar sem er ef eingöngu er í boði góð nettenging. Sveitarfélagið réði einnig til sín starfsmann í 50% starfshlutfall og markmiðið með þeirri ráðningu er að styðja við íbúa af erlendum uppruna. En eins og ég kom inn á áðan þá eru þeir 60% af þeim sem eru á atvinnuleysisskrá og við erum að vinna að greiningu á þeim einstaklingum og hvaða þarfir þar liggja baki, hvernig við getum stutt við þá, bæði atvinnuleit og virkni í samfélaginu þegar þetta ástand varir. En eins og flestir vita þá er Hildur Ýr, hefur verið starfsmaður í íbúum, starfsmaður í málefnum íbúa af erlendum uppruna síðustu 2-3 ár í hálfu stöðugildi. Og það hefur verið töluvert álag á henni núna eftir að þessa COVID áhrifa gætti, bæði hvað varðar ráðgjöf og fleira. Þriðja verkefni er síðan sértæk styrkúthlutun til verkefna í nýsköpun og við erum núna að vinna reglur í kringum úthlutunina og vonumst til þess að geta auglýst þessa styrki bara núna á allra næstu dögum eða vikum. Og það er markmiðið með því að auka við nýsköpun í atvinnulífi. Síðan má segja frá því að við réðum til okkar mun fleira sumarstarfsfólki heldur en vant er í samstarfi við Vinnumálastofnun. Vinnumálastofnun kom þar inn með auki fjármagn og forstöðumenn fengu þar stuðning til þess að vinna í ýmsum verkefnum sem hafa annaðhvort setið á hakanum eða bara ekki fengist mannskapur oft á tíðum til þess að vinna. Og það má nefna skráningar, skoðun skjala, kortlægning svæða í vinnuskólanum og bæjarvinnunni. Og nú er sveitarfélagið að skoða hvort hægt sé að ráða einhverja tímabundna starfsmenn inn, en Vinnumálastofnun er með verkefni í gangi þar sem ég man ekki hvað það heitir nákvæmlega, en Vinnumálastofnun styrkir starfsmenn til þessara verkefna eða fyrirtæki. Þar sem atvinnuleysisbætur fylgja starfsmönnum sem fyrirtæki eða stofnanir eru tilbúnar til þess að ráða inn tímabundið í svona átaksverkefni. En atvinnumálin eru stöðugt til skoðunar hjá bæjarstjórn og öll aðkoma eða hugmyndir íbúa eru þar vel þegnar ef þær eru einhverjar. Þá ætla ég aðeins að snúa mér að fjárhagsáætluninni. En eins og gefur að skilja þá hefur fjárhagsáætlun verið töluvert meira áskorun núna en oft áður vegna þessar COVID-óvissu þátta. Og ég hef aðeins komið inn á atvinnuleysið og stöðu ferðaþjónustunnar, en einnig erum við að glíma við óvissu í tengslum við Veigar á Loðnu og Humri. Og afleiðingar þess að koma greinilega fram í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. En við vinnu fjárhagsáætlunar var lagt upp með að rekstur málaflokka myndi ekki hækka milli ára og því sett hagræðingarkrafa sem samsvarar þá þróun vísitölu. Í launaáætlun voru ekki samþykkt aukning stöðugilda nema að vel rökstuddu máli. En þegar kreppir yfirleitt aukið álag í félagsþjónustu sveitarfélaga og því er aukið lítillega við stöðugildi þar, ásamt því að stöðugildi í grunnskóla Hornafjarðar voru aukin með tilliti til fjölda, eða sem koma til vegna fjölda barna í lengri viðveru og svo aukinni þörf í stoðþjónustu. Og ég kom aðeins inn á það að á næsta ári verður stytting vinnuviku raungerð í samræmi við kjarasamninga án þess að auki verði við mönnun. Og þess má einnig geta í leikskólum sveitarfélagsins í kjarasamningum sem voru gerðir þar gert ráð fyrir auknum undirbúningstíma deildarstjóra og það munar bara töluvert, en það er ekki gert ráð fyrir aukinni mönnun þar til þess að koma til móts við þessar breytingar. Það vil segja þá forstöðumönnum gert að hagræða bæði í rekstri og mannahaldi eins og hægt er og horfa til þess ef einhverjar breytingar verða á mannahaldi að það sé rýnt vel hvort ástæða sé til nýráðninga eða ekki. En áhersla fjárhagsáætlunar er sannarlega að viðhalda þjónustustigi og ásamt því að verja störf og jafnvel skapa störf með framkvæmdaáætlun.
En helstu forsendur sem við miðum við eru þær að það er óbreytt útsvarsprósenta eða 14,52% og er útsvarið áætlað út frá áætlun Sambandi íslenskra sveitarfélaga. En þá erum við að glíma við þessa óvissuþætti í tengslum við COVID og hvort að ferðamenn muni koma hér á næsta ári. En við miðum þá bara við þær áætlanir sem að ríkið gerir, sambandið og Hagstofan og fleiri. Og síðan eru þessir óvissuþættir tengt veiðum á loðnu. En þess má geta að útsvarstekjurnar hafa verið nokkurn veginn svona miðað við áætlun, aðeins undir þó, en við vorum farin að búa okkur undir að það yrði ákveðið tekjufall. En svo var í raun ekki og þar ber að þakka, teljum við, aðgerðum ríkisstjórnarinnar að það ekki til dæmis til staðar hér langtíma atvinnuleysi samkvæmt upplýsingum frá Vinnumálastofnun. Það eingöngu flestir þeir sem eru á atvinnuleysisskrá hafa verið undir 12 mánuðum þar og þar af leiðandi eru margir enn á tekjutengdum bótum sem skila sér þá í hærra útsvari. Það var tekin ákvörðun í bæjarstjórnum að lækka fasteignaskattsprósentu í A- og C-flokki 10% og það gildir þá bæði við íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði og það er sértæk aðgerð í tengslum við COVID til þess að koma til móts við þá niðursveiflu sem á sér stað í rekstri fyrirtækja og þá þeim auknu álögum sem kunna að falla á íbúa. Áætluð jöfnunarsjóðsframlög fyrir árið 2021 byggja á áætlun sjóðsins en í rekstri þessa árs þurftum við að taka fyrir viðauka þar sem er verið að dekka tekjufall frá jöfnunarsjóði en þær hafa lækkað í kringum 100 milljónir þessu ári. En eftir ársfund jöfnunarsjóðs núna fyrir stuttu þá kom þar fram að það er verið að reyna að tryggja framlög á jöfnunarsjóði þrátt fyrir þetta tekjufall ríkissjóðs en jöfnunarsjóður er þannig, reglugerð hans er þannig að tekjur hans fylgja tekjum ríkissjóðs. En áherslan nú er að tryggja tekjujöfnunarframlagið og eins fjármögnun á málefnum fatlaðs fólks. Þannig að við vonum að það náist bara nokkurn veginn að halda svo áætlun sem að lagt var upp með í upphafi þess árs og að tryggja framlögin á næsta ári sömuleiðis. Laun næsta árs eru með gildandi kjarasamninga og þá áætlaða mönnunarþörf eins og ég kom inn á áðan. Og allir samningsbundnir eða vísitölutengdir gjaldaliðir eru hækkaðir í samræmi við það. En áætlun á hækkun vísitölu neysluverðs er 2,7% samkvæmt þjóðhagsspá. Það eru settar 30 milljónir í viðhald fasteigna og lóða og tekið frá 5 milljónir króna fyrir ófyrirséð ásamt því að styrkjaramminn er óbreyttur. Það hefur stundum komið til umræðu að hækka styrkjarammann en undir þessum kringumstæðum var ákveðið að gera það ekki. Þetta skilar þessum niðurstöðum fyrir A- og B-hluta, þar sem rekstrarniðurstaða verður 54,5 milljónir króna á næsta ári, skuldir og skuldbindingar 2,3 milljarðar króna, veltufé frá rekstri 350 milljónir króna tæplega og ný lántaka er það áætluð 550 milljónir króna en afborganir á langtímalánum 86,3 milljónir króna. Þetta skilar handbæru fé í árslok upp á 17,8 milljónir króna og þá eru skuldir og skuldbindingar í hlutfalli af tekjum 83,8%. Og ég er hér með svona smá súlurit yfir þróun á skatttekjum sveitarfélagsins. Þetta eru svo sem engar stórar sveiflur sem við sjáum, en við sjáum þá að á milli áranna 19 og 20 þá lækka tekjur jöfnunarsjóðs 100 milljónir. Og við gerum ráð fyrir þá 2021 að tekjur jöfnunarsjóðs verði svona svipaðar á þessu ári ívið hærri þó. Og vonumst til þess og skatttekjurnar eru áætlaðar eins og áður kom fram með þær áætlanir sem við rýnum annars staðar frá.
Launagreiðslur hafa verið að hækka hjá sveitarfélaginu eins og við sjáum á þessu sólarriti. Það vegna kjarasamningsbundinna hækkana ásamt því að stöðugildum hefur jú aðeins verið að fjölga með við greiningar sem að bæjar á vann í aðdraganda fjárhagsáætlunar. En til að ítreka þá eru forstöðumönnum falið að hagræða í mönnun eins og hægt samfara öllum mannabreytingum sem eiga sér stað innan stofnana. Og eins og áður kom fram þá reynt að takmarka aukningu á mönnun í tengslum við styttingu vinnuvikunnar eins og hægt Rekstrar niðurstaða þá sú að niðurstaðan mun verri heldur en hún var árið 2018 og 2019 og það vegna áhrifa frá COVID. Við sjáum það greinilega í rekstrinum. Tekjurnar hafa dregist verulega saman en á sama tíma hefur verið tekin meðvituð ákvörðun um það að halda uppi því framkvæmdastigi sem að ákveðið var að standa að og ekki farið í neinn drastiska niðurskurð á rekstri sveitarfélagsins. Og svona til gamans að geta þá kannski þetta súlurit svolítið í takt við fjölda ferðamanna hér á landinu. Framkvæmdir í fjárfestingaráætlun gert ráð fyrir 900 milljóna króna framlagi í fjárfestingar og það fjármagnað bæði með lántöku og einnig sölu eigna úr íbúðakerfi sveitarfélagsins. Jafnframt samstarf við Vatnajökulsþjóðgarð um breytingar á hrollaugstöðum, ég kem að því síðar. En síðan erum við að skoða ýmsar leiðir í þessari sölu eigna, til dæmis hvort að hægt sé að gera samning við Bríet sem leigufélag í eigu Íbúðalánasjóðs, hvort að við getum fengið þau að leigumarkaðnum hér á Hornafirði. Það bara svona byrjunarstigi sú umræða. En við erum að greina aðeins íbúðakerfið okkar og það töluverður hluti af leiguíbúðum sveitarfélagsins sem eru ekki félagslegar, sem eru leigðar út til íbúða sem eru yfir tekjumörkum til þess að skilgreinast sem félagslegar íbúðir. Það ákveðið svigrúm þar til breytinga. Helstu framkvæmdir fyrir árið því þessar, það bygging nýs hjúkrunarheimilis. Við höfum verið að greiða samkvæmt greiðsluplani framkvæmdasýslunnar undanfarið ár og erum þar leiðandi búin að vinna okkur aðeins í haginn þar, en við höldum áfram að greiða samkvæmt greiðsluplani. En skiptingin á framkvæmdinni svona cirka 80-20. Sveitarfélagið að setja aðeins inn aukarými eins og líkhús og kapellu í tengslum við líkhúsið. Og það eingöngu þá fjármagnað af fé sveitarfélagsins. Síðan standið við breytingar á Víkurbraut 24, en það verður miðstöð þjónustu fyrir börn og fjölskyldur ásamt því að þar mun verða samhæfingarstöð fyrir þjónustuna heim, eins og ég kynnti örlítið áðan og loksins við þá að byggja eða koma málefnum fatlaðs fólks undir svo maður segja, mannsæmandi húsnæði. Síðasta ár hefur kannski verið einstaklega erfitt fyrir þann málaflokk. Þau hafa verið í litla húsinu sem stendur við Víkurbraut 24 og í íbúð í Silfurbraut. Þannig að það löngu komið tími til þess að aðstaðan fyrir þennan málaflokk verði bara góður. En það eina megin skildum sveitarfélagsins að standa vel að þessum málaflokk. Það áætlað að fara í breytingar á Sindrabæ. Sá undirbúningur hófst fyrir mörgum árum síðan, en nú á að ráðast í að hefja þær endurbætur, en mun það taka 2 ár allavega. Síðan við með í undirbúningu breytingu í Hrollaugstöðum. Það ætlum að breyta skóla í húsnæði, hlutanum í íbúðir til útleigu. Og eins og ég sagði áðan þá við að gera samning við Vatnajökulsþjóðgarð um fjármögnun á þeim breytingum. En þeir leggja þá til tæplega 50 milljónir í framkvæmdakostnað og tryggja þar af leiðandi 3 íbúðir til langtíma leigu fyrir Vatnajökulsþjóðgarð eða starfsfólk Vatnajökulsþjóðgarðs. En það hefur lengi verið vandamál að fá almennilegt húsnæði fyrir starfsfólk þjóðgarðsins.
Það stendur til að opna á milli leikskóla og skólahúsnæðis í Hofgarði ásamt því að taka þar í gegn klósett sem eru löngu komið til ára sinna. Það á að halda áfram framkvæmdum við Miklagarð en á þessu ári standa yfir framkvæmdir á þaki og klæðningu að aftan. Þannig að framkvæmdum á ytra byrði hússins verður þá lokið í byrjun næsta árs. Næstu skref eru þá að vinna fráveitu, brunavörnum og vatn og rafmagn, svona grunnþarfir húsnæðis. En þess má geta að við sóttum styrk til Byggðastofnunar auka fjármagn inn í þetta verkefni. En atvinnu- og menningarmálanefnd hefur nú tekið ákvörðun að helmingur húsnæðis fari undir starfsemi menningarmiðstöðvarinnar og þá að þjóna sýningum. Þannig að við getum komið munum sveitarfélagsins fyrir á betri hátt þannig að við getum sýnt íbúum. Já, hinn helmingurinn verður síðan leigður út til þeirra starfsemi sem samræmast markmiðum hússins. Það stóð til að taka í gegn Hafnabrautina á þessu ári og skipta þar út lögnum og malbika og leggja gangstíga betri. Það bara tókst ekki því miður. Það hefur bara dregist það hefur bara flækst í undirbúningi og það er erfitt að kortleggja lagnir. Við eigum ekki nægilega góð gögn og svo framvegis en við munum ljúka þeim vonandi á næsta ári. Allavega vonustu til þess. Síðan verða malbikunarframkvæmdir. Það hefur svona verið tekið ákvörðun að malbika hér annað hvert ár. Við höfum verið að malbika hvert ár, kannski undanfarin ár, en nú ætlum við að reyna að hafa það annað hvert ár. Og síðan stendur til að leggja ljósleiðara í Lóni. Mögulega færist nú hluta af framkvæmdum í Nesum yfir á næsta ár. Það fer þá aðeins eftir tíðarfari. Hversu langt við náum með framkvæmdir í Nesum. Og framkvæmdir næstu 3 ára, 2022-2024, þá höldum við áfram með framkvæmdir við hjúkrunarheimili, Sindrabæ og Miklagarð. Og síðan þarna nýtt verkefni sem við erum að hefja undirbúning á og það að byggja líkamsræktaraðstöðu við Sundlaug. Og erum nú að hefja hönnunarvinnu og stefnum að því að ljúka henni alveg á næsta ári. Og þannig að það verði hægt að hefja framkvæmdir snemma árs 2022 og vonandi ljúka þeim árið 2022. Síðan liggja fyrir fráveituframkvæmdir, áfangi 3 og 4, tengja því líkur þá með því að allt þéttbýlið er tengt inn á hreinsivirkið. Og eins og við komum inn á þá ætlum við okkur að malbika annað hvert ár ásamt því að það er alltaf sett eitthvað fjármagn í göngustígagerð, leikvelli og svo framvegis. Fyrir þessu þarf að taka lán ef við skoðum það að án lántöku hefði sveitarfélagið haft 260 milljónum króna til framkvæmda og með við þessa áætlun þá gengur það vart og það er ábyrgðar hluti sveitarfélagsins í rauninni að halda uppi háu framkvæmdastigi á krepputímum eins og nú er og við þurfum að tryggja atvinnu fyrir þá starfsmenn sem eru þó allavega með vinnu og reyna að skapa fleiri störf. En á þessu ári erum við að greiða niður 2 óhagstæð lán en ný lántaka á þessu ári niðurstaðan verður svo að 480 milljónir króna og á næsta ári þá áætlað 550 milljónir króna lántaka. Skuldahlutfallið verður þá 85,6% á næsta ári miðað við þessar forsendur en samkvæmt útkomuspá verður hlutfallið 65,6% sem ennþá langt undir viðmiðum eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga sem 150%. Þá það komið að endalokum af þessari kynningu en það má alveg segja að sveitarfélagið stendur vel og við búum að því og við höfum svigrúm til þess að takast á við þessar efnahagsþrengingar og við gerum það auðvitað með því að taka á okkur auknar skuldbindingar hvaða lán varðar og við munum auðvitað þurfa
að standa undir því á næstu árum. En það gert með því markmiði, eins og ég nefndi áðan, að halda uppi háu framkvæmdastigi og verja störf. En við erum bjartsýn á að þessi niðursveifla muni rétta úr sér. Við vitum að næsta ár verður ekkert eins og 2019 en vonandi heldur ekki eins og 2020. Vonandi náum við að sjá fram á einhvern ferðamannastraum hérna allavega með haustinu. Þannig að fyrirtækin geti farið að ráða til sem starfsfólk á ný. Að þessu sögðu þá leyfi ég ykkur bara hér í rókinu að njóta útsýnisins myndrænt. Ég hef því lokið kynningunni og þá er opið fyrir fyrirspurnir. Engar fyrirspurnir komnar inn ennþá. Og þið megið endilega senda inn ef eitthvað er. Við leyfum þessu aðeins að bíða. Sæmundur spyr hér að ef ruslið er eingöngu 1800 tonn á ári með við rúmlega 3000 tonn fyrir 2 árum, ætti það ekki skila sér í lækkun og kostnaði í málaflokknum. Við erum að borga sama hirðingagjald, við erum að hirða á samkvæmt útboði, erum við að standa við skuldbindingar okkar við Íslenska gámafélagið. Þannig að við þurfum ekki endilega að sjá fram á hagræðingu í málaflokknum því að urðunargjaldið á nokkurn veginn að standa undir urðunarkostnaðinum og það gerir hann kannski ekki alveg. En við ættum að vera farin að sjá fram á hagræðingu í málaflokknum en eins og ég sagði áðan þá erum við stöðugt að rýna þennan málaflokk og vonandi tekst okkur að skilja betur þennan rekstur og hagræða í honum eins og hægt er á næsta árum. Það gerist lítið í spurningum, er þetta svona rosalega skýrt hjá mér? Sæl Matthildur, þetta er Sæmundur hérna. Ástæðan fyrir að ég var að spyrja þessu er kannski akkurat þetta sem að vinnan liggur í. Ég er að spyrja þetta með ruslið. Þarna sem mér finnst við þurfa að skerpa okkur og það er að skoða einmitt velta við hverjum steini. Síðast í gær vorum við á fundi hjá umhverfis- og skipulagsnefnd og þá vorum við að fara yfir stöðuna í varðandi þessa hluti en þá til dæmis vantaði þessa tölu sem að þú varst með núna í glærunum hjá þér að það hefur samtalað um að væri 1800 tonn af rusli á þessu ári. Skilurðu? Þannig að við stundum að fjalla bara einhverja hlið en erum einhvern veginn ekki, sjáum einhvern veginn aldrei heildarmyndina. En við þurfum að vera, finnst mér, og við ræddum það svolítið í gær á fundinum, hvernig við verðum að horfa á stöðuna alla til þess að ná utan málaflokk. Já. Og það er alveg tækifæri í því að við erum með samningu Íslenska gámafélagið en sá samningur, það styttist í honum og það þarf að rýna vel útboðsskilmála fyrir næsta útboð og setja auknar kröfur þar inn í útboðslýsinguna. Þetta var auðvitað svolítið, þetta voru töluverðar breytingar sem voru gerðar þegar samningar voru gerðir í Íslenska gámafélagið og það má alltaf bæta það sem að gert er nú þegar. Bæta aðeins við sambandi við þetta að þú komst inn á samningin við loftslagssamning Festu og sveitarfélagsins sem að stendur til að kynna betur í janúar og skrifa undir í febrúar. Þar sem að fyrirtækin í sveitarfélaginu munu koma
vonandi koma sterk inn, að tala það að íbúar að gera vel í sorpflokkuninni og öðru slíku, að taka sig á í og hafa verið bara undanfarin ár að vinna vel með sorpmálin, en það svona kannski að ná betra sambandi við fyrirtækin. Mörgur að gera mjög vel, en svona þú veist kannski að við höldum kannski betur utan um þetta og gerum ennþá betur, þannig að það eru tækifæri til þess. Þannig að það verður gaman þegar það verkefni fer af stað. Vel, Páll Róbert. En þú heyrist ekki þér? Það heyrist í mig núna kannski. Jæja, það ekki oft sem heyrist ekki í manni. Komið sæl. Mér langar aðeins að ræða þetta með þessa fjárhagsáætlun. Það er náttúrulega verið rosaleg breyting á stöðunni hjá okkur núna á þessu ári, eins og kannski allir gera sér grein fyrir. Það er náttúrulega verið samdráttur í tekjum og atvinnuleysið alveg óheyrilegt og jöfnunarsjóðurinn hefur verið skorinn niður töluvert, ansi mikið finnst mér, auk þess að útsvarstekjurnar hafa náttúrulega dregist saman og kannski ekki eins mikið og við hefðum ekki eins mikið og við máttum búast, en það er kannski ekki öll kurl komið til grafa þar því það koma svolítið eftir á. En sem betur fer þá hefur sveitarfélagið verið rekið vel og skynsamlega síðustu árin, þannig að við búum mjög vel. Skuldahlutfallið var orðið mjög lágt hjá okkur og við vorum yfirleitt með mjög góða framlegð af rekstrinum, það er að segja þegar við vorum búin að borga fasta kostnaðinn. Það hefur dregist náttúrulega mjög mikið saman á þessu ári og verður sennilega ennþá minna á næsta ári, en sem betur fer þá staðan sú að við getum haldið uppi rekstrinum með lántöku og þannig haldið uppi atvinnustiginu og þess vegna það mjög þetta sýnir okkur það að þegar vel gengur þá þurfum við að vera dugleg að greiða niður skuldir. Já, við getum lent í svona aðstæðum eins og við erum núna. Ég vildi bara benda þetta. Takk fyrir það, ég tek undir það. Það er mikilvægt að búa að þessum góða rekstri sem hefur verið undanfarin ár hjá sveitarfélaginu. Kannski spurninga því að það er ekki mikið á Slido og kannski ekki, ég veit ekki með tímasetninguna, kannski ekki margir að horfa og Robert er þetta ennþá uppi með hendina þannig að hann kannski að segja meira. En það er spurning hvort að íbúum sé ekki bara boðið upp á að senda inn spurningar í tölvupósti og það sé því sem svaraði í rauninni bara í einhverju grein eða eitthvað þú veist á heimasíðunni. þar sem að auðvitað þetta efni mun liggja frammi og fólk getur kynnt sér eftir fundinn. Þannig að þá er ég náttúrulega ekki svara live, en þannig að það sé samt hægt að senda inn spurningar og svona ábendingar eða hvað sem er í kjölfar fundarins. Það er bara alveg sjálfsagt og allavega með það er ekkert allt of mikil áhorf á hana fund með kannski oft áður en ég bara hvet á alla þá sem horfa á núna eða síðar, því þetta er líka upptaka og það er hægt að horfa á þetta seinna á YouTube, að senda inn fyrirspurnir og við kannski segjum frá þessum fundi líka á heimasíðunni og bendum á að hægt er að senda inn fyrirspurnir, kynningin liggur þar opin út fyrir alla og undir þessum tengli líka. Þannig að ef það ekki fleiri spurningar sem eru lagðar fram hér og nú, þá held ég að þessi óhætt að fara að bara slíta þessum fundi. Einhver mótmæli við því?
Ég vil þá bara nota tækifæri og þakka fyrir áhorfið og þakka fyrir samvinnuna við gerð þessara fjárhagsáætlunar, ekki síst starfsmanna og fjármálastjóra við vinnuna. Þannig að því sögðu þá held ég slíti bara fundi. Takk fyrir kærlega. Já, takk fyrir.